Þá tekur til máls hæstv. forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir. Virðulegi forseti, það sem mér hefur þótt athyglisvert við þessa umræðu sem farið hefur fram hér í dag sú að stjórnarandstaðan, sem öll virðist ætla að greiða atkvæði með vantrausti sem Sjálfstæðisflokkurinn leggur fram á þessa ríkisstjórn, hefur ekki sett fram eina einustu tillögu það hvernig hún myndi taka á málum ef hún væri við stjórn landsins. Það vantar alltaf allar tillögur frá stjórninni, en tillögur stjórnarliða hafa allar gengið út á það að sýna og sanna að hún hefur tillögur við þeim vanda sem við að glíma. Og ég sagði það í upphafi míns máls að það sem þyrfti að gera væri samtakamáttur hér innan og utan þings til að takast á við þá erfiðleika sem framundan eru. Og tillaga Sjálfstæðismanna sýnir ekki vilja til þess að þjóðin leggi saman, þing og þjóð, til að taka á þeim vanda sem við að glíma. Ég fór rækilega yfir það hvað það sem við viljum gera. Ég fór rækilega yfir það að ég tel að við höfum alla möguleika á því að auka hér hagvöxt og atvinnuuppbygginguna með þeim áætlunum sem liggja fyrir og við höfum lagt fram með aðilum vinnumarkaðarins. Og sem betur fer hefur það komið fram núna í sjónvarpi að þeir eru væntanlega að ná saman 3 ára kjarasamning. Og það ekki síst kannski fyrir tilstuðlan ríkisstjórnarinnar. Við erum að leggja fram atvinnuáætlun sem sýnir að við getum náð 4–5% hagvexti á næstu 3 árum. Við getum lækkað atvinnuleysið helming. En hvar eru tillögur stjórnarandstöðunnar? Hvar eru tillögur stjórnarandstöðunnar? Það hefur ekki komið eitt orð fram með þær hér í umræðunni í dag. Og í mínum huga að þá snýst umræðan hér, og hún hefur sannað það, að tilgangur vantraustsins var að breiða yfir ágreining í Sjálfstæðisflokknum með því að beina sjónum manna að ríkisstjórninni. Og umræðurnar hafa einnig sýnt og sannað að stjórnarandstaðan enginn valkostur við þá stefnufestu ríkisstjórn sem nú við völd. Ríkisstjórn sem að skila góðum árangri við erfiðar aðstæður og við höfum tíundað og farið yfir hér á þessum degi. Á sama tíma og Sjálfstæðisflokkurinn hér að kalla eftir pólitískri upplausn og óvissu í samfélaginu og slær á sáttahönd ríkisstjórnarinnar við úrlausn Icesave-málsins í samræmi við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar, þá keppast öll ábyrg öfl í samfélaginu við að skapa samstöðu, eyða óvissu og sameinast í kröftugri efnahagslegri sókn, meðal annars með aðilum vinnumarkaðarins. Þetta hefur skýrt komið fram á þessum degi. Og á sama tíma og Sjálfstæðisflokkurinn logar stafnan á milli, undirbýr ríkisstjórnin fjárfestingaráætlanir, efnahagsáætlanir og kröftugt framkvæmt átak í samvinnu við aðila vinnumarkaðarins. Og það það sem skiptir máli í leiðinni áfram í atvinnuuppbyggingunni sem við höfum boðað hér í þeim umræðum sem hafa farið fram hér í dag. Eina sem hv. þingmaður Sigmundur Davíð sagði hér í umræðunni, hann sagði að það væri hægt að skila þessum 24 milljörðum sem annars hefði farið í að greiða Icesave-reikninginn ef að jáleiðin hefði verið ofan á, að það væri hægt að skila henni í atvinnuuppbygginguna. Auðvitað það rangt, vegna þess að sú fjárhæð fer bara beint í að greiða Hollendingum og Bretum inn á innistæðutryggingasjóðinn. Það nú staðan í þessu máli. En umræðurnar í dag, það sýna svart á hvítu að ríkisstjórnin á réttri leið og stefnufesta hennar og verkleiði mun tryggja að heimili landsins mun á næstu misserum finna jafnt og þétt að hagur okkar að batna og framtíðin björt. Það sem vantar á að stjórn og stjórnarandstaða taki höndum saman í þeim erfiðleikum sem framundan og því hefur stjórnarandstaðan hafnað hér í dag.